lífi við fugla og eggjatekju á hættuslóðum. Þeir bestu fengu að fara í síginn en hinir lítt þjálfaðri að sitja undir eða vera kallarar. Í sögu Vestmannaeyja eftir Sigfús Johnsen, bæjarfógeta, skrifað svo á blaðsíðu 59 í öðru bindi. Sigum, stórsigum, löngum lærvaðsigum og loftsigum má jafna við hinn djarmanlegustu og stórfelldustu íþróttaafurð. Góður sigmaður þarf að eiga óbilandi áræði og hug, líkamstrek og þol í ríkum mæli, frábært snarræði og lipurð. Sjón og heyrn þurfa að vera í besta lagi því að eigi mátti skjöplast í neinu. Í dag öldin önnur, hvað lífsbjörgina áhrærir, en skiphellar eða sprangan eins og þeir eru almennt kallaðir, hafa enn sitt aðdráttarafl og laða til sín æskuna. Sá háttur hefur nú verið hafður á að einn besti bjargmaður Vestmannaeyja hefur verið fenginn til þess að kenna börnum og unglingum siðfræði. Þessi maður Hlöðver Johnsen eða Sulli eins og hann almennt kallaður. Sulli nýtur þess að vera innan unga fólkið og það hópast til hans. Inn í Spröngu má sjá bæði nemendur komna vel á veg og þá sem eru að byrja. Þegar svo nemendurnir eru nógu færir tekur Sulli þá með sér út í Bjarnarey þar sem þeir komast í hóp bjargveiðimanna. Hlöðver Johnsen, Spröngu kennari. Það margt manni hérna, hvað þetta að gera hér? Hérna verið að undirbúa litlu börnin og líka stundum svolítið stærri. Fólk undir að treysta á bönd og að kunna nota bönd. Því að príl hættulegt, allt sem heitir klifur, en ef að ungmenni og reynda fullorðnir líka verður gefið til að nota böndin og kunna nota þau, þá hættan ekki svo mikil í berginu. Við byrjum nú að fá þau til þess að treysta bandinu, hnútum og bera traust til þess. Þannig að band svíkur ekki, það hefur aldrei skeð hér í manna minnum að neitt hafi farist úr bandi sem hefur verið bundinn. En að vera á lausu bandi, ekki bundinn, það getur verið hættulegt og við gerum það ekki hér. Er erfitt að treysta bandinu? Það tekur dálítinn tíma. Það ósköp eðlileg tilfinning hjá krökkunum að þau fara hérna niður, að þau fara fyrstu ferðina og ég sé ekki skælend en ekki með bros á vör, en eftir fyrstu bununa þá þetta 1, 2, 3 og meira fjör. Óskar Þór Jóhannesson, hvað hefur stundað sprang lengi? Ég hef verið svona í Spröngunni frá því ég var smápatti, en ég byrjaði ekki að spranga ráði fyrir í fyrra og þá tók ég svona 3 mánaða törn eiginlega hverjum einasta degi. Ertu ekki hræddur? Nema skíthræddur fyrst þegar maður byrjaði að fara upp í sillu og gras þar sem maður fer, en núna er maður farin að fara á einni hendi eiginlega hvað sem og við finnum alla fyrir þessu. Og þetta sem sagt allt orðið í lagi? Já, maður reynir að fara sem efst til þess að fá fræðsluna því að hún er eina skemmtilegust. Grétar Halldórsson, hvernig að spranga svona og fara í kollnís? Það er svo sem maður verður bara ruglaður fyrst veit ekkert hvar maður og síðan þegar maður er svona hálfnaður á leiðinni þá veit maður hvar maður þá áttast, það er jafnvægið sem maður fær þá aftur. Engin hætta á að menn húrri alla leið niður, gleymi sér? Jú, það getur komið fyrir. Eins og þegar maður er að fara svona, hringi hérna alveg á fullu þá veistu ekkert fyrir að þú ert komið með andliti hinum megin í bergið. Maður er bara ringlaður í þessu. Jæja krakkar, gaman að spranga? Já. Og hvað farið þið hátt? Stífvél.
En þú? Ég fer hana upp í almenning. Upp í almenning? Já. En þú? Ég verð á Barnastein. En stúlkurnar, hvað þorið þið að fara hátt? Barnastein. Upp á stein? Barnastein. Hvar er Barnasteinn? Við sýtum á honum. Nú sitið á Barnasteini. Já, hvar er almenningur? En hérna frá. Er hann rétt hérna fyrir ofan höfuðið á okkur? Hvað fer þú hátt? Stígvél. Upp í stígvél. En þú? Þarna. Hvað er þarna? Almenning. Já, eru þið klár í spröngunni? Já, svolítið. Þetta ekki fyrir? Gretar þar frá? Afturbak?